húsnæðismálin eru málana, helst ástæðan fyrir því að kaupmáttur almennings skerðist í tímabili verðbólgu og aukina vaxta og húsnæðiskreppan, þörf fyrir húsnæði dregur úr lífsgæðum þúsunda fjölskyldna, þetta er svo að segja, og að ekki sé talað fólki sem að þjáist á leigumarkaði þar sem að verð að þrýstast upp út af litlu framboði en meiri eftirspurn. Og ég held að það sé enginn sem að horfi lengur til stjórnvalda, hvorki ríkis eða sveitarfélaga lausnir á þessum málum. Það helst að fólk horfi til verkalýðshreyfingarinnar hvað hún geti gert til að hita upp. Þá umræðu hingað kominn Sigurður Pétursson. Við ætla að spyrja þig ekki hvað verkalýðshreyfingin á að gera, heldur hvað hún hefur gert í gegnum tíðina. Það er náttúrulega að fyrsta sem fólk getur alltaf í hug eru verkamannabústaðarnir. Stundum við talað þá svona með, svona þetta hafi verið eitthvað stórkostlegt sem við áttum og mistum. Það er svo. Já, jú, verkalýðshreyfingin hefur alltaf haft þetta á sinni stefnuskrá að skaffa gott húsnæði á góðum kjörum fyrir sína meðlimi og það hefur verið reyndar náttúrulega margar leiðir í því. Verkamannabústaðirnir eru eitt og eru svona svolítið tákgrænt í sögunni. Það er fyrsta stóra átakið sem náðist í gegn kringum 1930 en það gerðist ekki rosalega mikið. Það er áratugin 1930 og fram yfir 40 að það voru ekki nema kringum 4% af byggingum í Reykjavík sem voru verkamannabústaðir og það er talað oft þetta sem þennan blóma tíma en vandinn þetta og svo eitthvað smá út á landi og Siglufirði svo kemur áratugur þar á eftir þar sem helmingi byggt út allt land og líka í Reykjavík, Stórholtið og víðar en það er aldrei nema þetta hlutfall 4-5% af því sem byggt Af hverju? Vegna þess að stjórnvöld settu aldrei peningin sem þurfti í þetta byggðist á því að ríkið tók lán og lánaði það svo áfram til þessara félaga, byggingafélaga alþýðu eða verkamanna. Eins og eiginlega reglan allstaðar í kringum okkur. Þetta er reglan í Danmörku og fleiri það búnir til sjóðir sem að byggingafélögin sem geta verið eigu verkalýðsfélaga eða samvinnufélaga eða jafnvel byggingafélaga leigjenda eða hvað sem sækja peningin í. Það er alltaf ríki sem að býr til fjármagnið til þess að knýja á það að sé byggt yfir fólkið þegar það flytur í bæinn. Akkurat og heildar niðurstaðan þetta svo sama eins og mörgum fleiri sviðum að verkalýðshreyfingin á Íslandi var bara ekki nógu sterk og þeir flokkar sem verkalýðshreyfingin studdi eða þeir flokkar sem að studdu verkalýðshreyfinguna og sjónarmið hennar, þeir voru bara aldrei ráðandi. Auðvitað kemur heimskreppan 30-40 hún gerir þetta það að verkum að það er miklu minna fjármagn og ríkið getur í raun og veru ekki beitt sér eins og hefði átt að vera. Það kemur ljós glæta með nýsköpunarstjórninni eftir stríð og þá sett svolítið fjármagn út allt land í verkamannabústaðakerfið en fljótlega þá dagar það uppi einhvern veginn og áherslan verður miklu meiri á byggingarsamvinnufélög og svo seinna meira á einstaklingslán til almennings en í Reykjavík kemur að breiðoltinu þar sem að verkamannabústaðarnir endurfæðast að þá kannski tímabil sem að einmitt byggingarsamvinnufélögin þar sem að við þekkjum kennarablokkina og einhvern veginn bjó ég í næsta húsi við löggublokkina og það voru alls konar rafblokkir og svona. Þetta tímabil þar sem að verkalýðsfélögin taka að sér svona verklega framkvæmd að bara byggja yfir sína félagsmenn. Var þetta kannski svona hinnar skársettu stéttir sem að gátu gert þetta en láglaunastéttirnar svona verka fólkið satt eftir á þessu tímabil? Já, mér sýnist það að mörgu leyti. Þetta er millistéttin. Þetta eru starfsmannafélög og ýmis slík félög og reyndar líka stéttafélög sem standa bak við þessi byggingarsamvinnufélög. En það ákveðin hópur sem að nær ekki inn í það kerfi
og verkamannabústaðakerfið var það var ekki það mikið byggt að það næði heldur utanum þennan hóp, þannig að það alltaf ákveðin hópur sem var skilin eftir og þannig var það. En byggingarsamvinnufélögin voru þetta stórmerkilegt framtak og fræg eru þetta prentarablokkinnar sem voru stórhýsi. Þeir voru framalega í því einna stæðstir sko. En það voru allar stéttir, það var sko starfsmannafélag stjórnarráðsins sem voru skrifstofumenn, jafnvel háskólamenntaðir. Það voru hverskins hópar sem tóku þátt í þessu byggingarsamvinnufélögunum. Þetta áhugaverður kafli sem var líka gaman að tala bara við arkitekta því að þarna það þeir sem ætla að búa í húsnæðinu að taka þátt í hönnun þeirra, byggingu og mótun þeirra á meðan að við lifum í dag á tímabili þar sem sko verktakarnir bara framleiða vöru út frá áætlunum sínum vilja, eða hvernig gengur að selja það, hvernig það lukkar í auglýsingum og öðru slíku sem að ræður eiginlega hvernig húsnæðið Það er alveg rétt og út frá svona byggingarsögunni að þá bæði verkamannabústaðirnir og byggingarsamvinnufélögin eru þetta svolítið merkilega þessu leyti að væntanlegir íbúar tóku þátt í að móta íbúðirnar, sameiginlegu rýmin og þar einmitt prentarablokkinnar, sólheimablokkinnar og víðar þar sem að þessi sameiginlegu rými og þá komu fram ýmsar hugmyndir og tilraunir á mörgum sviðum en slíkt gerist valla í höndunum á þessum byggingafélögum eða verktökum sem núna stjórna í raun og veru uppbyggingunni. Kannski fjöllum við þetta nánar, mér datt nú í hug eitthvað tímann daginn að það veri gaman bara að búa til rútuferð og keyra Reykjavík til þess að sýna það hvernig sko samvinnufélög og verkalýðsfélög og verkalýðshreyfingin hefur byggt upp borgina því það er miklu meira heldur en að fólk gerir sér almennt grein fyrir. Já, þetta sé alveg rétt það var mjög forvitnilegt og tala við Pétur Ármannsson arkitekt þetta. Taka eitt rúmt Reykjavík. Herðu, en þá erum við komin að það er byggingarsamvinnufélög sem að leysa kannski eitthvað vanda skársetta vinnuafls en láglauna fólkið, verkafólkið situr eftir og þá er komið að júnísamkomulaginu 1964. Þá kemur einmitt þetta stóra átak sem að kannski var stæðsta átakið á síðustu öld í húsnæðismálum og það er júnísamkomulagið 64 og svo framlengingin á því 65 þar sem að verkalýðshreyfingin og ríkisvaldið taka höndum saman og þetta er gert í stóru samfloti ASÍ félagana þar sem að atvinnurekendur, ríkisvaldið og verkalýðshreyfingin, þessi þríhliða samningar að koma til og þá í raun og veru er slegið af kauphækkunarkröfum og í staðinn að þá kemur átak í húsnæðismálum. Þetta hafði þetta gerst 55 í stóra verkvallinu þegar að verkalýðshreyfingin gaf eftir hluta kauphækkun og fekk í staðinn atvinnuleysistryggingarnar en þarna eru það húsnæðismálin 1, 2 og 3 og það eru þetta á bakvið þetta eru þetta líka alltaf sama aðstreymið það fólki fjölgar gríðarlega í Reykjavík og stæðstu bæjónum og þessi áframhaldandi þróun þar sem að það er alltaf verið að reyna að leysa vandan sem er orðin gríðarlega mikill braggarnir á sínu tíma eftir stríð eiginlega leystu að hluta til vanda fátækasta fólksins og síðan var alltaf krafan að útrýma bröggunum sem að voru hreinlega fátækrahverfi í raun og veru. Höfðaborginu og Pólunum og Höfðaborginu bráðabirgða lausnum fyrir tíðar sem að voru fyrir fátækasta fólki í Reykjavík í raun og veru og þá kemur þetta stór átak 64-65 það að byggja mörg hundruð íbúðir á ári, miklu fleiri heldur en hafði verið gert í verkamannabústaðakerfinu áður og Breiðholti rís og á 5-10 árum þá rís fyrst neðra Breiðholtið og svo efra Breiðholtið og þetta eru fleiri hundruð íbúðir á hverju einasta ári en þær eru ekki allar inn í sama kerfinu hluti af íbúðunum eru leiguíbúður við Reykjavíkurborgar hluti á vegum framkvæmdanefndarinnar sem eru þá söluíbúðir og hluti fer í verkamannabústaðakerfið en þetta er eiginlega allt sama hvað við tökum af þessu að þarna er verið að búa til gott húsnæði fyrir launafólk á þokkalegum kjörum. Þetta er svona okkar miljóna verkefni sem svo hétt í Svíþjóð þegar Svíjarnir reyndu að leysa húsnæðisekluna sem
hrjáði Svíþjóð eins og Ísland í einu höggi á 10 árum byggja 1 milljón íbúðir. Já, einmitt. Já, það eiginlega að þetta alveg sama tímabil. Þetta svipað tímabili kannski og flestar þjóðir að glíma við á eftirstríðsárunum og þar sem að þessu stóru blokkabyggðir misvel hefnaður auðvitað en þarna verður til mikið húsnæði fyrir almenning. Það var aldraður Svíi sem sagði við mig að ég get ekki lýst í breytingun á Svíþjóð fyrir og eftir milljónaverkefnið. Það var eins og allt í einu hefði slegið á þögn á samfélagið. Að það var að tala að það er ekki fyrr en að þú kemur út úr húsnæðiskreppunni að þú finnur fyrir hvað gríðarlega áhrif hún hefur á allt samfélagið. Eins og við getum bara fundið í dag, við getum talað ástandið á Íslandi í dag og bent á að margt af deilunum sem eru, átökunum sem eru í samfélaginu eru afleiðingar af húsnæðiskreppu. Já, einmitt. Þetta er náttúrulega mjög góður punktur að því húsnæði náttúrulega eina af þessum grunnstoðum bara lífsafkomu fólks og öryggis að hafa aðgangað húsnæði og þess vegna hefur þetta alltaf verið nátengt verkalýðshreyfingunni að reyna að koma því þannig fyrir að það væri til húsnæði, öruggt húsnæði fyrir láglaunafólk og allt launafólk í raun og veru. Annars ekki gagnið að semja launahækkanir ef það er óöryggi í húsnæðismálum. Það er bara þetta er svo stór þáttur að nú eiginlega hlýtur verkalýðshreyfingarinnar að vera það að koma aftur á svona átæki eins og 64-5. Það getur ekki annað það er engin annar möguleiki en þess að aðstreymi fólks heldur áfram. Nú erum við að fá erlent verkafólk. Nú er ekki vestfirðingarnir. Nú er það ekki vestfirðingarnir og fólki úr sveitónum sem að streymir til bæjana og borgarinnar. Nú er það fólk sem er að koma erlendis frá og sem að fyllir leiguíbúðirnar og við sjáum dæmin alveg bara slæm dæmi eins og fyrir 100 árum óíbúðar hæft húsnæði sem er í raun og veru verið að leigja á uppbrengdu verði. Það verið að nýta sér neyð fólks og þetta er bara sama ástandið eins og var fyrir 100 til 120 árum síðan og nú hljóta það sem að hefur reynst vel eru þessi félagslegu úrræði hvort sem við tölum með verkamannabústæði samvinnuhúsnæði nú eða þetta stór átak sem verkalýðshreyfingin og ríkisstjórnin fór í upp á 1964-5. Við sjáum ákveðna sprota kannski í dag. Búsetarhreyfingin er nú orðin 30-40 ára gömul. Hún kemur svona í kringum 1980 svona eftir 1980. Kemur eftir 1980 inn en þar er sama eins og með verkamannabústaðina. Þetta er mjög takmarka fjármagn sem að þeir fá til þess að í sitt úrræði. Nú er komið húsnæðisfélagi Bjarg sem er leigufélag og það er kannski svolítið loksins þá er komið það sem að var komið á Norðurlöndunum fyrir 100 árum þar að segja leigufélög þar sem þú færð öruggt húsnæði en þú eignast það ekki en þú hefur umráð yfir því eins lengi og þú vilt og jafnvel börnið þín og eftir þér en þú ert ekki í þessari eigna myndun sem að Íslendingar voru svo uppteknir af alla 20. öldina að eiga sitt eigið húsnæði en það var það eini möguleikin á öryggi þá. Við þekktum ekkert annað öryggi. Heldur það að val verkalýðshreyfingarinnar bara strax 1930 sem hún endur tekur eiginlega í 64 að leggja höfuð áherslu og eigna íbúðir hafi verið eftir á að hyggja verið veikleiki í kerfinu? Já, mér finnst það svona ef maður horfir tilbaka að ef við hefðum farið þá braut eins og var gert í Kaupmannahöfn eða víðar, Austurríki og Þýskalandi í ákveðnum borgum, stórborgum, þar sem oftast voru það nú jafnaðir sem stjórnuðu þeim borgum og stóðu fyrir þessari húsnæðis uppbyggingu á vegum stórra leigufélaga, þar sem var byggt hagkvæmt, gott húsnæði sem fólk gat fengið að búa í til með öryggi og jafnframt þá verður til samkeppni á leigumarkaðnum við almenn leigufélög þar sem að þessi félög ná að halda niðri leiguverðinu, ná að skapa möguleika fyrir fólk sem vill öruggt húsnæði án þess að eignast það og þessi möguleiki hefur aldrei verið til á Íslandi. Ef að verkalýðshreyfingin hefði náð að búa til þennan möguleika á sínu tíma þá er spurningin hvort við stæðum í öðrum sporum en það er aldrei of seint. Nú er kannski verkefnið komið og Bjarg er orðið til þó svo að það sé eins og verkamannabústaðakerfið, það er ekki nema
áætlun upp á 100 íbúður á ári eða sem er 10 sinnum á lítið kannski miðað við aðstreymi fólks og þörfina. Og verkamannabústaðinir fjallu svolítið á þessari eignamyndun að þegar að ríkisstjórn Sjálfstæðisflokks og Framsóknarflokks samþykkti það að gefa fólki færi á að selja út úr kerfinu. Þetta var lokakerfi þar sem að þú lagðir inn, þá fékkstu það bara verðbætt tilbaka. Akkurat. Það var reyndar verið að svindla svolítið á þessu. Mér hefur verið bent á það að það var alltaf lakari og lakari kjörin sem þú fékkst endurgreitt út úr kerfinu, því það var verið að bæta þessu ríkið tekur lánið og svo er lánað á lágum vöxtum út, þannig það er alltaf hallið þarna, það er alltaf verið að reyna að finna einhverja leiðir til þess að láta þá sem að áttu íbúðnar og voru að selja aftur inn í kerfið bera það, þannig að fólk fekk tilbaka minna en það lagði til sem að var ósanngjarnt og þess vegna var kerfið hjá kannski þeir sem voru þarna óvinsalla og þegar þetta er lagt til að það má selja út úr kerfinu að þá náttúrulega sér fólk fram á að það getur fengið 10 sinnum meira að selja íbúðina á frjálsum markaði heldur en inn tilbaka í kerfinu og þá fellur það. Þetta er alveg hárrétt og það var mikil óanægja með þetta kerfi eftir áratugi verðbólgunnar og það allt saman að það var eins og þú segir að það var þetta loka kerfi síðan er það í raun og veru aftengt verkalýðsfélögunum. Það er mikið uppbyggingarskeið all land milli 70, 80 og svo 80 og 90 þar sem að sveitafélögin eiginlega hafa frumkvæðið og taka yfir verkamannabústaðastjórnindar og þá er eiginlega verkalýðshreyfingunni svona ítt í burtu en þá líka verða til verkamannabústaðir sem að voru miklu dýrari. Þeir voru ekki byggðir með hagkvæmasta hætti. Það var verið að halda upp í atvinnu verktaka út all land við að byggja verkamannabústaði og þeir eru dýrir og eignamyndun fólks hægari og þetta ítti undir það að gera kerfið óvinsælla og fólk, það var engin lengur til þess að verja kerfið í raun og veru. Þannig að þegar það var lagt niður kringum 2000 að þá var engin til þess að verja það í raun og veru. En 64 er þetta samkomulag gert, en síðan á 8. áratugnum, þá er gerður aftur svona byggingi, það var bætt í, þá eins og verkalýðshreyfingin upplifað þess góða reynslu af þessu breiðholtinu, og þá er eiginlega í kjarasamningum koma aftur fyrir krafa og uppbygging á félagslegu húsnæði sem bara hlutfall af nýjum íbúðum, bara sló upp í 30+% á 8. áratugnum og... Já. 74 í samningunum er gerð stórátak og þá er þetta ekki lengur bundið við Reykjavík eins og var svo mikið þarna 64-5 heldur nú er komið all land, mikil uppbygging all land og helst í hendur við skuttógarabyltinguna og fjölgun fólks í öllum landslutum milli 70 og 80 og jafnvel ennþá lengur inn á 9. áratuginn að þá er sem sagt félagslegt húsnæði og það annars vegar eru það verkamannabústaðir en það er líka mikil uppbygging á vegum sveitafélaga, leigu íbúðir á vegum sveitafélaga til að tryggja það að fólk sem vil flytja í sveitafélagin út all land geti átt kost á íbúðum. Þetta átak endaði svo reyndar í því að sveitafélagin fóru svo aftur að losa sig við húsnæði. Það var erfitt að standa undir lánunum og ýmislegt í kringum það. Sumstaðar byggt og mikið vegna þess að framkvæmdina voru miðar við þarfir verktaka á staðnum frekar heldur nýbúðaþörf. Akkurat. Það kom nefnilega til líka. Ísland hefur lengi verið rammspillt samfélag. Hún spillingin laumast víða inn, já, það má alveg segja það. Og í þessum félagslegu úrræðum þá laumast hún líka inn. Og síðan höfum við núna 3 áratugi þar sem að sveitafélögin hafa verið að reyna að komast út af markaðnum og svo hugsun hefur verið mjög sterk að sveitafélögin eigi ekki að bjóða íbúum sínum eða fátækari hluta íbúana upp á leiguhúsnæði í samkeppni við einkamarkaði. Allra síst á lægra verði heldur markaðurinn. Þú myndir svo að sveitafélögin leigi hinu fátækustu á markaðsverði og síðan fáið þau bætt í gegnum leigubætur sem er eiginlega eins og aðferð sem hefur notað í Bretlandi sem er aðferð til þess að raunverulega einkavæða félagslegt íbúðakerfi því þá allt í neitt daginn þá spyrðu við að þarf þá Reykjavíkurborg þá að eiga félagsbústaði, get ekki þá bara
Alma leigufélag átti þetta og matasískinin og því að hvort sem bætu við fólkinu þetta en áður það kemur að greiðslu leigunar. Akkurat og þetta hefur verið í sveitarstjórnunum, hefur tekist svolítið á þetta en í raun og veru hefur Sjálfstæðisflokkurinn og bandamenn hans haft yfir tökin í sveitarfélagunum að þessu leyti. Það að segja að fækka félagslegum leiguíbúðum á vegum sveitarfélagana og íta þessu út á markaðinn. En ef við förum kannski svona til 1990 sem að kannski hápunkturinn á þeirri húsnæðisstefnu sem að má rekja til júnísamkomulagsins þar sem það verið að byggja verkamannabústaði ekki bara í Breiðholti heldur Grafavogur nýju byggingu, þar verkamannabústaðir, það verið að byggja félagslegt leiguíbúðir sveitarfélagin ekki bara í Reykjavík heldur út all land og verkamannabústaðir út all land. Jóhann að reyna að koma á húsbréfakerfinu til þess að auka lánsfé inn á svona almenna byggingamarkað. Að þetta eiginlega á þessu tíma verið að kannski, það slæri upp í 30% af því sem hefur byggt innan einhvers svona félagslegt kerfis. En þetta eiginlega, síðan það ríkisstjórn Framsóknar og Sjálfstæðisflokks sem eiginlega leggur af þessa húsnæðisstefnu og tekur upp þá stefnu sem í gildi núna með því að raunverulega einkavæða verkefnabústaðina. Það einkavæðing þegar mátt selja út úr kerfinu. Félagslegar leiguíbúður sveitarfélagin eru stórleita einkavæddar, selda bara út á markaðinn. Lánin inn í almenna markað, það einkavætt, það var áður í húsnæðisstofnun og Íbúðalánasjóði en bankarnir koma og taka það yfir og Íbúðalánasjóður núna gött og skuffa eitthvað stöð með stóru gati sem alltaf niður og eiginlega afskipti stjórnvalda að kerfinu, hún bara stjórnvalda draga sig til hlés og þá sittum við uppi með stöðuna sem í dag sem eiginlega húsnæðiskerfi án áhrifa verkefnishreyfingarinnar nema Bjarg sem að þó svo að Bjarg hafi vaxið hratt að þá það raunverulega hlægilega lítið í samaburði við það sem að félagslega kerfi áður var. Alveg rétt og við segjum að Bjarg svona kannski boðberi nýra tíma og ég sá inn á heimasíðunni þeirra núna að það komnar 900 íbúðir í gagnið en jafnframt getum að séð á heimasíðunni þeirra að það ekki verið að tala nema 100 til 150 íbúðir á ári, næstu árin sem svolítið sjokk að sjá vegna þess að maður haldi að það þyrfti svona 10 sinnum fleiri íbúðir inn í þetta kerfi fyrir almennt launafólk, fyrir aðstreymi erlends vinnuafl sem að vil setjast hér að og fyrir þá sem að ekki ná mörkum í þessu greiðslumarki bankana og hafar það þar dæmt til þess að fara á leigumarkaðinn og vera í raun og veru undirselt þessum gömmum sem að það ráða ríkjum. Þannig að verkalýðshreyfingin hlýtur að taka þetta mál núna föstum tökum, maður heyrir það auðvitað, Ragnar í VFR og Sólveig Anna og þau eru að tala þessi mál og skoða þessi úrræði. En hvaðan á fjármagnaði að koma? Áður fyrir þá var það ríki sem tók lán og endurlánaði eins og í verkamannabústaðakerfinu. Hvað með fjármagnið í lífeyrissjóðana? Af hverju eru lífeyrissjóðarnir ekki notaðir í þetta málefni? Herðu, ég ætla að segja það reitt, ég var í New York og þá gistum niður á Lower East Side og það svona upp við Chinatown en hinum megin það sem kallað Cooperative City, Village samvinnuþorpið og það út af byggingarsamvinnufélögum sem eru stóra blokkir, ég veit ekki hvort að fólk muni þetta, það eru svona rauður múrsteins stórar blokkir rétt við Brooklyn Bridge eða Manhattan Bridge eiginlega frekar fyrir ofan, það kallað Two Bridges það hverfi en þetta aðeins fyrir ofan Lower East Side. Þar voru keypti fólk búseturétt og það var lánað eftir þessi árunum þar sem eru allstar út allan heim það stjórnvöld sem að koma og íta undir uppbyggingu til þess að eyða slömmum og líka bara taka við innflytjendum og fólki úr sveitunum og öðru slíku, þannig það byggt þetta og á Reagan-tímanum 1980 að þá brugðið á sama ráð og á Davids-tímanum Íslandi að þá fólkinu gefið færi á það að því að þetta var lokakerfið, þú gast selt búseturéttin inn í kerfið og fékkstu bara tilbaka það sem hafði lagt inn með við verðbætur
en þarna fékkstu tækifæri til að selja þetta út og það var samþykkt þarna stykki fyrir stykki, það var svona sér bygging, húsfélag hverja blokk, þannig að hver blokkina fættur öðru svona féll í freistni og samþykti að selja þetta út og nú eru mjög fáir sem að búa í þessum blokkum sem að voru þannig upparlega. Fólk gæti segja ekki 5 sinnum meira með að selja á almennu markaði og þar með hvarf þetta út úr. Hinum einn á Manhattaneyju er byggingarsamvinnufélag sem heitir Penn South, það er fyrir sunnan Penn Station. Þetta er svona, hvað ætli þetta sé, svona 30. stræti, svona, kannski svona 24. upp í 29. eitthvað cirka á því svæði. Og þar var samskonar tilboð á þessum tíma að þeir gáttu selja og þeir neituðu því og vildu halda þessu áfram í samvinnufélagi og af því að síðan eldist fólk þarna og þá hefur samvinnufélagi nýtt svona getu sína til þess að byggja við blokkirnar. Það eru þjónusta fyrir eldri borgara, þeir eru komið upp líkamsræktarstöðum og það er bara svona þróun á samfélagi sem heldur áfram. Og það sem í því samfélagi, í Penn South, ólst upp David Graeber, sem er mannfræðingur og fornleifafræðingur, maður líklega segja það líka, eða mannfræðingur, kannski verið ekkert, sem var mikill framámaður í Occupy Wall Street treyfingunni, mjög róttækur. Og hann ólst upp í þessu hverfi og bjóð þar í íbúð foreldra sinna, bjóð þar alveg frá því hann fæddist eitthvað tíma 1960 til 2010, í 50 ár bjóð hann í þessu. Því þarna var mikil svona róttækni og mikil róttækni í New York á rætur í þessu Penn South, þessum fólki sem hefur alveg upp við þetta og hefur reynslu af því að búa við svona húsnæðisöryggi og hvað það gefur mikið og þannig að það er mjög sterkt samfélag. Og ég nefni hann bara sem dæmi en það eru fjölda fólk sem hefur sett mikil svip á New York borg og húsnæðispólitíkina þar og baráttuna sem á margan hátt er miklu róttækari heldur en hér þegar maður er að fylgjast með bæjarmálum í New York. Það var miklu meiri svona barátta gegn okrurónum. Það er borgin hefur miklu meira vald til þess að ef þú verður fyrir ykkur okri eða eru verið að vísa úr húsnæði án réttinda þá kemur fulltrúi frá borginni og stendur með þér og rekur máli með þér sem er ekki hér. Ég tekið það bara svona dæmi að því að við hugsum oft Bandaríkin sem einhverja félagslega eyðimörk. Ja, akkurat. En stundum verður það þannig í samanburði við okkar að það er hann að Penn South, þeim tókst að verja raunverulega sitt verkamannabústaðkerfi í göngufélag frá Wall Street. Í hjarta hins borgarinnar. Já, göngufélag frá Wall Street. Þeir fóru þarna upp í útsýnisturnin í Empire State Building að þar eru þessi brúnu blokkir blasa við. Þetta eru klasar og svolítið stórt svæði með þessi en stór merkilegt greinilega byggt allt á sama tíma og byggt svona greinilega með mikla hagkvæmni í huga að þetta skulle vera samvinnu húsnæði, það er merkilegt að heyra. Og þessi húsin í Penn South það er búið að venda þau að því að þau ekki svo vera fínn arkitektur og ekki bara að utan, þau eru svona eftirstýrslega blokkir en við erum svolítið alveg fyrir fordóma ganga þeim svona undarfærðum að það var allt verið slæmt. En það sem þetta hefur verið velunað er hvað er almanna rýmið inni í blokkonum er góður stuðningu við samfélagi sem þar býr. Og þetta er í raun og veru hefur tekist að verja líka Norðurlöndunum. Þar sem að velferðar, þetta er hluti af velferðar þjóðfélaginu, það er öruggt húsnæði og þessi stóru búsettu réttar íbúðir eða félög eins og í Kaupmannahöfn og öðrum stærri borgum á Norðurlöndunum. Þar sem að þú kaupir þér inn 5-10% íbúðarétt og svo máttu búa í íbúðinni með ákveðnum reglum bara eins lengi og þér listir. Og þegar við heyrum borgaryfirvöld segja það að það sé hættulegt að byggja stóra blokk sem að fátækt fólk býr mikið eða láglauna fólk, að þá ættum við að horfa til Penn South, þar sem hefur myndast mjög sterkt samfélag þeirra sem eru að lifa af lágum tekjum. Foreldrar Graeber voru mammans vanna við hjúkrun, samt ekki mentu hjúkrunkona og pappa svo bara verkamaður og hann elst hann upp í þessu róttæknu. Hann
annarkvort býr hana til eða svona gerir það sjálft okkur öllum hinum að nota við erum 99% og 1%. Þannig að í slíku samfélagi þá með fordóma yfirstéttarinnar að þarna verði bara sollur og ólifnaður og eitthvað fleira. Í svona samfélagi verður það líka til róttakar og kraftmiklar hugmyndir. Ég hef talað við fólk sem ólst upp í verkamannabústöðunum á Siglufirði og það segir alveg stórkostlega sögur samfélagi sem það þar var. Samstöðu íbúana og auðvitað margt fleira. Við heyrum svolítið endurómin af þessu í minningum þeirra sem ólst upp í Breiðholtinu. Alveg. Það voru fordómarnir gagnvart Breiðholtinu og stimplar sem voru notaðir en svo kemur í ljós eftir á að minningar fólk sem núna ungt fólk frá uppvextinum þar sem var mikil fjölbreytni, samstaða og fjölskrúðugt mannlíf og við kannski sjáum þetta líka núna ef við bregðum okkur í Efra Breiðholtið þar sem er gríðarlega fjölbreytni í þjóðerni og auðvitað stórar blokkir oft ódýrt húsnæði sem svo Lower East Side Íslands svolítið þannilega en að því þú segir þetta þá man ég fyrir einhverjum árum að þá var ég að safna saman sögum fólk reynsluna af verkamannabústöðunum og þegar það komið út í Grafavogin þá varstu kannski komin svona kringu 1990 og það er svona síðustu verkamannabústöðin sem eru byggðir að þá fekk enginn þar inni nema einstæði foreldrar og mest einstæði maður og þegar maður talar við börn þeirra ég menn þá bara skilirði voru bara oflítið byggt þannig að það var komið það voru eiginlega bara einstæðir foreldrar sem fengu eins og ég held að sé til dæmis raunin svolítið með Bjarg að börnin þessara einstæðna mæra þegar þau eru að lýsa viðbrigðunum þegar þau komast inn í verkamannabústöðina loksins það er svipað og dæmið af aldraða svíjónum sem ég var að segja áðan að þegar að lausnin kemur að þá allt í hennu finnst þér eins og slái bara þögn á því þá áttar þið á því hvað barningurinn og erfiðleikarnir voru stórkostlegir áður. Já, þegar fólk þurfti að flytja jafnvel á hverju einasta ári og bjó aldrei við neitt öryggi í húsnæðismálum. Eins og er raunin hér. Endalausa breytingar og basl. Eins og er raunin hér í dag. Eins og margir standa frammi fyrir en þannig í dag. Já, Merður Sigurður, takk fyrir að koma hingað að tala verkefnishreyfinguna og húsnæðismál og skiljanlega þá förum við að tala það sem kannski skiptir mestu máli í þessu er það hvaða gildi þetta hefur fyrir fólkið sem að fær loksins þakka fyrir höfuð. Já, við skulum vona að það verði fleiri og fleiri næstu árin. Já, takk ekki. Og við snúum okkur að næsta máli eftir augnablik. Samstöðin er í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Þú getur átt samstöðina ásamt öðrum félögum í Alþýðufélaginu. Þú getur gengið í Alþýðufélagið á samstöðin.is. Þar er hnappur sem segir skráning.